Ármann Pétur Ævarsson, það stórleikur á morgun á Þórsvelli. Suðurnesjabúarnir úr Keflavík koma hérna í heimsókn á Þórsvöll. Hvers konar móttökur fá þeir hérna? Já, við bjóðum bara velkomin í Þorpið. Tökum bara vel á þeim og aðalatriðið það að við verum klárir í okkar leik. Það skiptir langt mestu máli. Ef maður skoðaði söguna nokkur ára eftir í tíma þá hefur okkur ekkert gengið alltaf vel með á í fyrstu deildinni eða B-deildinni. Við reyndar unni á í Pepsi-deildinni. Það verður bara að gerast á næsta ári þá ef að liðin farað upp. Hvernig leik megum við búast við? Já, þetta verður alveg potið hörkuleikur og þetta er svo tiltölulega breytt lið hjá Keflavík. Þetta er mestmægnis bara ungi strákar held ég. Ég er allavega að þekki ekkert vola marga sko renni yfir nöfnin hana. En þetta er ekki alveg sömu gömlu jálkarnir um að spila í gamla dag. Þannig að ég reikna með því að Keflavík sé bara velspilandi lið og sprækir og taki almennilega á okkur sko. Þeir náttúrulega gera það sem að ykkur er mistóðst að gera, það er að skella Ólsurum. Já, ég hef búin að sjá eitthvað. Bara sem dæmi? Já, ég hef búin að sjá eitthvað aðeins úr þeir leik og þeir virðast að spila hann mjög taktískt, þannig að ég býst svo sem við svipuðu dæmi frá við núna, en maður veit það ekki hvað verður. En við allavega aðalmáli eins og ég segi, ég held að aðalmáli sé að við séum klárir í okkar leik. Heldur þetta að vera markaleikur? Já, ég hef voðalega erfitt með að spánsora. Já, bara vonandi ekki við fáum mörg á okkur, en ég veit það ekki, það kemur bara ljós. Þú reymar á það markaskona, þú varst með á í síðasta leik. Já, loksins fekk maður að spila eitthvað og loksins spilaði maður eitthvað. Ég er búin erfiður vetur, bæði meiðslum og veikindum, þannig að þetta var mjög kærkomið og mjög gaman. Loksins komst inn á völlinn og spriklaðis. Ertu þá komin á beinu brautina? Já, brautin er alltaf bein sko, hún bara smá hlykkir á henni. Þannig að já, ég vona það að þetta sé alltaf komið núna. Eins og Móli sagði einhvern tíðin í viðtali að miklu betra að klifra upp í móti heldur en að fríhjóla niður í móti. Já, það er ágætis frasi sko. Ég bara eins og segir það, ef maður lausir meiðsli og getur verið að æfa svona þokkalega þá er maður klár í allt sko. Þegar að þessu umferð hefst, þá fyrir umferðina þá eru þið með tveggja forskot á toppnum, þannig að svo skuttisfylgismenn upp í fyrir okkur núna með einu leik til góð, þannig að það þýðir ekkert annað, nú mega menn ekkert mistega sig. Nei, það er stutt á milli í þessu og það er nú alltaf þannig að ég hef alltaf gert það þannig sjálfur allavega og ef maður vinnur leikina þá er maður mjög ofalega, ef maður vinnur flesta leikina þá er maður mjög ofalega en horfa kannski minna aðeins í töfluna en spá meira kannski í okkar leik hvert skipti og hverju leik fyrir sig. Það er það sem skiptir máli og þegar endan er komið þá náttúrulega telja sigrarnir best. Eftir þess að 2 tapleiki gegn Gróttu og Víkingi þá eru konið hvað 3 sigurleikir röð og markatalan 8-0, þannig að það veit á eitthvað. Já, það er margt jákvætt í okkar leik núna undanfarið og alls ekkert fullkominn leikur en bara margt mjög jákvætt og ef við náum að byggja ofan á það þá eigum við eftir að vera ansi sprækir það sem eftir er. Samt að passa sér líka á metnast ekki þegar það má lítið út að bera? Já, við getum verið sko okkar mesti kannski, eða okkar mesti akkilsarhæll sjálfur sko. Að ef við förum að halda við séum eitthvað góðir eða eitthvað verður of létt þá fær maður yfirleitt í bakið sko. Þannig að það er að gera að gíra sér bara almennilega fyrir hvern leik og koma sér í jörðina og spyrna frá aðeins. Þetta segir þessi kornungi Ármann Pétur Ævarsson sem er öldungurinn í liðinu. Reynslunni ríkari. Talan segir það, hugurinn segir það ekki. Þú ert en þarna sko hugurinn Bermann hálfa lið? Nákvæmlega. Ef ég læt líka að trúa að sé ungur þá bara spriklar hann eitthvað áfram. Við náttúrulega hvetjum fólk til að fjölmenna á völlinu á morgun? Ja, endilega, vonandi verður bara ágætis veður og góð mæting og hörkuleikur. Það fara að brosa á ykkur sólinn núna, hérna bara í miður viðtali. Já. Við erum sólaminn í lífinu. Já, og vonandi verðum við glæðir í leikslok á morgun líka. Við náttúrulega hvetjum fólk til að ekki bara mæta á leikinn, heldur mæta tímalega og kaupa sér hamborgar og skemmta sér í hamri í sólni og pallinum fyrir leik og leikurinn hefst klokkan 4, ekki satt? Já, flott umgjörð sem kringur leikina, þannig að að gera nýtt sér það. Þessi gæjar í stjórninni, þeir hafið að skapa rosalega flotta umgjörð í fyrra og svo aftur í ár, þannig að þetta er gaman. Já, það er verið að hugsa vel þetta og bæði okkur og eins umgjörðinni kringur leikina og það er bara miklu skemmtilega þegar er eitthvað smá líf í kringum liðið og klubbinn og smá stemning sko. Og þið þakki fyrir bara með skemmtilega fótbolta.
Já, og við náttúrulega búum kannski til meiri stemningu með því að vera halinn sigra og spila skemmtilega eins og þú segir. Þannig gangi ykkur vel. Takk fyrir að kjalla fyrir það.